Í algebrunni eigið þið að geta einangrað breytu og þá þurfum við að muna andstæður. Það eru nokkrar andstæður í stærðfræði og það eru þá eitthvað sem hefur andstæða eiginleika. Plús er andstæðan við mínus, mínus er andstæðan við plús, sinnum er andstæðan við deilingu og deilingin er andstæða við sinnum og kvadratrót er andstæðan við veldi og reyndar síðan er þriðja rótin andstæðan við þriðja veldi og svo kollakolli. Þið þurfið aðeins að kunna fyrstu 4 í bili og við vinnum svona með þetta. Við fáum einhverja stæðu, eins og til dæmis bara 14x sama sem 28. Það sem við viljum gera er að við viljum einangra x. Við viljum bara hafa x 1 hérna megin, við viljum losna við 14. Við getum losnað við 14 með því að setja andstæðu þess inn í stæðuna og það má. Ég má setja hvað sem ég vil hérna inn til að eyða 14 svo lengi sem ég passa mig á því að því þetta er jafna, að því þetta er sama sem að setja það sama hérna megin inn. Þannig að þetta er 14 og þetta er sinnum 14. 14x eru sama 14 sinnum x. Að ég þarf að setja sinnum 14 þarna inn til að eyða, þetta er sinnum 14, ég þarf að setja andstæðuna við sinnum 14 til að eyða því út og andstæðan við sinnum er deiling. Þannig að þarna inn þarf að koma deilt með 14. Og ég geri það bara svona, 14x deilt með 14 sama sem 28 og ég verð að setja deilt með 14 hér til að þetta haldi áfram að vera jafna. 14 og 14 eyða hvoru rút x megin og þetta verður bara 28 deilt með 14 sem þið getið reiknað einfallega á vasreikninum ykkar. Ef þið hafi ekki vasreikning og sjáuð ekki svarið þá bara þáttið þið. Þá bara þáttið 28 og 14, strikið út sameiginleg pör og þið munuð enda með svarið 2. 28 deilt með 14 eru 2. Ok, upsilon mínus 3 sama sem 9. Ég vil losna við mínus 3. Ég losna við mínus 3 með því að ég setja plus 3 inn með því. Að því ég setja plus 3 á öðrum megin, þá verð ég að setja plus 3 á hinum megin líka. Upsilon verður 1 hérna megin, 9 plus 3, 9, 10, 11, 12. 12, svarið komið. Prófum fleiri. F mínus 2 deilt með 2 sama sem 7. F mínus 2 deilt með 2. Þetta er ég að gera í 2 skrefum og ég byrja alltaf á því ef ég get að taka það sem er lengra í burtu og hér byrjum við að taka deilinguna því hún er undir þessu hvoru tveggja. Til að losna við deilt með 2 þarf ég að gera sinnum 2. Þannig að þetta verður f mínus 2, snert ekki við því fyrir og eftir, deilt með 2, sinnum 2 til að eyða þessu deilt með 2. Það verður þetta 7 sinnum 2 að því ég setti sinnum 2 hinum megin. Sinnum og deiling eyði hvor öðru hérna megin og þetta verður 14. F mínus 2 eru 14. Ég eyði þá mínus 2 með því að setja plus 2 inn og ef ég set plus 2 öðru megin þá verður ég að setja það hinum megin líka. Og það er þá 14 plus 2, F verður 1 eftir hérna megin og hérna megin verður 16. Ef ég er ekki viss útreikningin minn, þá prófa ég hann einfallega. Ég set bara 16 mínus 2 deilt með 2 sama sem 7. Ég set bara útkoman minn í staðinn fyrir breytuna. 16 mínus 2 eru 14 deilt með 2 eru 7. Þetta er rétt hjá mér. Og svona vinn ég mig áfram.